Þá það 8. dagskrárliður, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2016. Seinni umræða, Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum að taka hér ársreikning 2016 til annar umræðu hér í bæjarstjórn. Þetta var tekið hér inn í bæjarstjórn fyrir hálfu mánuði síðan, sent aftur til bæjarráðs til frekari umfjöllunar. Það skemmst á því að segja að ársreikningurinn sem slíkur hefur ekki tekið neinum breytingum. Við erum með sömu niðurstöðutölur eins og komu fram í þeirri umræðu sem átti sér stað hér fyrir hálfu mánuði síðan og var farið vel yfir þær tölur. Það kannski aðeins bara til þess að fara yfir það sem helst hefur breyst frá því að við vorum að fjalla um ársreikningi síðast. Það náttúrulega þá áritun endurskoðandans sem all breytt frá fyrri árum vegna breytinga á endurskoðunarreglum, en hins vegar það þannig að álit endurskoðandans einhvað séu það að ársreikningurinn sé og gefi glögga mynd af rekstri og afkomu Akureyrarbæjar á árinu 2016, efnahag þess 31.12.2016 og breytingu á handbæra fé á árinu 2016 í samræmi við lög og ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Bæjarfulltrúar hafa fengið með ársreikningum núna fyrir þennan fund endurskoðunarskýrslu og þar kemur fram að hún athugasemdalaus þó að bent sé á lífeyrisskuldbindingar sem við höfum rætt í okkar og ræddum hér á síðasta fundi. En ég sé kannski ekki ástæðu til þess að vera tíunda neitt frekar varðandi ársreikningin. Afkoman var í heild sinni, við vorum að tala um 80 milljónir króna í tap af samanteknum A og B hluta sem var 600 milljónir króna betra heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Við höfum rætt hér á síðasta fundi að reksturinn allur miklu betri. Við erum að sjá hagstæðari kennitölur heldur við höfum séð. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum var 8,5% og við erum komið með skuldahlutfallið niður fyrir 90%. Þannig að við getum verið bara nokkuð sátt með niðurstöðu ársins og ég ætla ekki að tíunda neitt frekar þetta og legg þetta bara hér fram til staðfestinga. Við þurfum að undirrita svo ársreikninginn í lok fundar. Takk fyrir. Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kvað sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þess að geta samþykkt eins og að skefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.